Fyrstu viðbrögð barna þegar þau fá fréttir af missi eða eru viðstödd andlát geta verið margs konar og fara miklu leyti eftir aðdraganda dauðsfallsins. Ef aðdragandinn er langur og barnið fær að vita tímanlega að líklega muni ástvinur þess deyja á næstunni og hefur tækifæri til þess að kveðja og ræða það sem er að fara að gerast, að þá getur það minnkað áfallið þegar dauðinn knýr svo dyra. Hins vegar getur engin andlegur undirbúningur komið í veg fyrir áfallið og sorgina sem fylgir því að missa ástvin. Algengustu fyrstu viðbrögðin geta verið áfall og afneitun, skelfing og mótmæli eða tómlæti og lítil tjáning, auk þess að stundum er eins og börn fresti viðbrögðum sínum og haldi áfram að gera það sem þau voru vön að gera og til dæmis biðjum að fá að fara út að leika. Stundum verða hinir fullorðnu hissa á viðbrögðum barna þegar þau sýna viðbrögð og borða við tómlæti og vilja til að halda áfram lífinu eins og ekkert hafi skorist. Þau viðbrögð geta einfaldlega verið afneitun á því sem hefur gerst eða stafað af því að áfallið er svo mikið að sálarlíf barnsins höndlar ekki að bregðast við öllu í einu. Önnur börn bregðast strax við fréttunum á sterkan hátt, taka grátköst og mótmæla hástöfum. Slík grátköst geta komið fram hjá flestum börnum á einhverjum tímapunkti. Það skiptir mjög miklu máli að börn upplifi ekki að fullorðna fólkið sé hissa á viðbrögðum þeirra eða finnist þau óeðlileg. Við stjórnum því ekki hvernig við bregðumst við áfalli. Viðbrögð okkar eru að langmestu leyti ósjálfráð og ungir syrgjendur þurfa fyrst og fremst á skilningi og umhyggju að halda. Þau þurfa að finna að þau eru örugg eins og þau eru og eins og þeim líður hjá fullorðna fólkinu sínu. Börn hafa mikinn hæfileika til þess að hólfa af tilfinningar og það er næstum eins og þeir takist stundum að hleypa bara því magni af tilfinningum að á hverri stundu sem þau ráða við. Við köllum þetta stundum að hoppa í polla. Við finna til og svo verða þau að stíga á bremsuna, fara út úr þeim tilfinningum sem reynast erfiðar og gera það sem að þeim er eðlilegt að gera, hvort sem það er að leika í tölvunni, hitta vini sína eða segja brandara. Þegar barn missir náinn ástvin, sérstaklega foreldri sitt, verður veröldin allt í einu óöruggari staður. Svo það getur verið haldreipi að halda áfram að hafa lífið eins svipað og hægt er fyrir missin. Þar að leiðandi getur það til dæmis henta sumum börnum að fara sem fyrst aftur í skólan og í sína daglegu rútínu sem þau þekkja svo vel. Og þetta óöryggi sem fylgir missi getur líka orsakað að barn bregðist við álaginu með því að hverfa aftur tímabundið til fyrra þroskastigs eða taka mjög hröðum framförum í andlegum þroska. Verði sem sagt annarkvort barnalegra eða of þroskað miðað við aldur. Það sem maður vill sjá í öllu þessu álagi er að barnið fái áfram að vera barn eins og mögulegt er. Megi fljóta náttúrulega úr einum viðbrögðum í önnur og þurfi ekki að reyna að vera á einhvern hátt viðeigandi eða leika eitthvað hlutverk fyrir fullorðna fólkið. Börn tjá sorg mikið í gegnum hegðun, svo þau sem bera ábyrgð á börnum þurfa að vera næm á það. Þau sem eru fullorðin verða að bera ábyrgð á börnunum svo að þau þurfi ekki að vera dugleg eða sterk. Þau eiga að fá að vera áfram barnaleg og finna að uppeldisaðilarnir eru ekki hræddir við viðbrögðin þeirra, heldur höndla barnið eins og það er. Stundum þegar foreldrar kvarta undan því hvað barnið þeirra getur verið erfitt eftir að hafa orðið fyrir erfiði missi. Sýnir jafnvel óþekkt og dembir bara öllum sínum stóru tilfinningum filterslaust á foreldri sitt. Foreldri sem á mjög erfitt sjálft og er að fara í gegnum sorg. Að þá óska ég stundum foreldrinu til hamingju, því þá er augljóst að barnið hefur fullt traust á foreldri sínu og er ekki að tipla á tánum í kringum hann. Þá eru hlutverkin rétt.